Let's go. Já, komið í sæl, við flautum á stað hérna í taktíkinni. Það er komið að síðasta þættinum fyrir jól og þess vegna erum við komin í jóladressið. Í þessum þætti ætlum við að fjalla CrossFit og hingað til minni er komið eiganda á CrossFit Hamri. Velkomin Brynjar Helgi Ásgeirsson. Takk. Við byrjum bara að fara yfir svona þinn íþróttaferil. Þú varst í júdó lengi vel? Já, ég var í, frá 6 ára aldri fram til, 20. Þú átt allnokkra titlana þar? Já, 14 eða svo, held ég. Þannig minnir. Já. Og það þróast síðan yfir í, ekki strax yfir í CrossFitið. Þú ferði í gegnum nokkrar íþróttagreinar. Já, ég var ég náttúrulega körfubolta og júdó alveg fram til tvítugs, körfuna aðeins styttra. Og svo eftir það í rauninni þá fór ég að bara pröfa mig áfram í ræktinni og var svolítið í bara svona hefðbundnum lyftingum, bara svona klassísku lyftingum. Taka 5x5 réttuliftu eða innhepi og backpressu eitthvað svoleiðis og fór svo að kenna spinning og var í því í 3 ár og fannst það alveg geggjað og æðislegt og elska það enn, saknaði þess mjög mikið. Og síðan kannski, ætli ég sé ekki svona, 26-7 þegar ég þegar kannski að huga eitthvað aðeins að CrossFitinu, þá kynnist ég því kannski fyrst, 2009 með minnir. Já, svoleiðis. Það er komið svona svolítið síðan á sig, ég ætla ekki að benda á hversu gamall þú ert en þegar þú kynnist CrossFitinu, hvað er það svona helst sem þú tekur eftir eða hvað er það svona sem veiðir þig inn í það? Ég byrjaði bara að taka æfingu dagsins á heimasíðunni hjá þeim og náttúrulega rosalega ýkt þá, fannst mér kannski. Ég man eftir ég tók á einni viku held ég yfir 300 upphyggingar á einni viku og tók mér svona tíma að kannski fatta æfinkerfið og ég vildi bara hafa fyrst bara það sem ég kannski hafi heillaði mig að því, ég var í rauninni bara hvað voru erfiðar, að því að ég var að lyfta og ég var að kenna spinning og ég var í frábæru úthaldsformi og ég var að hlaupa bara svona með, ég kannski tók spinningtíma, fór svo upp á hlauparhetta og hljóp í 45 mínútur eftir það. Já. Þannig að hafði ég kannski ekkert endilega áhuga á hlaupum þá, ekki svo í dag, en ég var samt í frábæru hlaupaformi og ég var að hlaupa kannski 10 km á þeim tíma kannski kringum 42 og ekkert eins og endilega að reyna. Og síðan fór ég og tók CrossFit æfingar og það var eiginlega bara þá að ég hvað þær voru fjölbreyttar, skemmtilega settar saman og líka bara óbúslega erfiðar. Og hversum bara mjög fljótt ég fór að sjá breytingar á bæði bara í öllum öðrum sviðum og líka bara útlitslega. Mér fannst það einhvern veginn vinna betur á allan líkamann sem einni heild. Frekar kannski betur en það sem maður var að gera sem var meira kannski í ef maður segir kannski bodybuilding liftingum eða eitthvað svoleiðis. Það var kannski svolítið einangrandi, þarna varstu komin í miklu meira að vinna með marga vöðva á sama tíma sem var kannski gerði það verkum að maður fór að sjá kannski öðruvísi útliti á sér. En þarna þegar þú uppgötvar CrossFit, þá lappar þú ekkert inn í næstu CrossFit stöð og kaupir þér kort þar og ferð á grunnaskíði? Nei, það var náttúrulega heldur erfitt því að ég held að það hafi verið mjög fáir á þeim tíma að æfa eftir þessu kerfi. En þú byrjar þá í CrossFit stöð sem er þá í Bjargi? Já, þá sem sagt ákvað eigandi Bjargs að pröfa að bjóða upp á þetta æfinkerfi og sem sagt þú þurftir þá að vera með svona affiliate til að geta verið boðið auglýst í sem CrossFit stöð. Og við byrjum þá með CrossFit Akureyri þar á þeim tíma. Já. En þú ert með CrossFit Hamar í dag? Já. Þannig að þegar ég rauninni, eigendur Bjargs á þeim tíma voru, ég held að það hefði bara ekkert alveg skilið æfingakerfið og fannst það kannski ekki spennandi en vildu samt pröfa að bjóða upp á það. Og mér kannski fannst þau ekki vera að gera eins mikið úr því á því gátu og fengið, og gert það eins vel og ég vildi gera það kannski. Já. Og kannski bara eins ósammála hvernig átti hann orkast það. Og þannig að ég hætti að vinna þar, að starfa þar og fór þá bara og vildi í rauninni bara pröfa að gera þetta á mínum eigin vegum, sem ég gerði. Og það er CrossFit Hamar sem ég stofnaði þetta í frekar litlum sal í Þórsheimilinu, 70 fermetrum eða eitthvað svoleiðis.
Dregur nafninu alltaf þaðan? Já, tökum nafninu þaðan, já, frá Hamri. Og þetta byrjar, hvað byrjar þetta stórt? Hvað ertu með marga þarna til þess að byrja með hjá þér? Sko, fyrsta árið, ég man að ég seldi bílinn minn, ég átti ekki fyrir neinum búnaði. Þannig að ég og annar strákur sem var stofnandi með mér, við keyptum búnað fyrir eitthvað innan við 1 milljón held ég. Og í fyrsta árið þá vorum við með, held ég eftir fyrsta árið 70 manns. Já. Og síðan fluttum við út úr Hamri yfir í Dalsbut á þessum tíma. Og þá fórum við í sennilega 200 iðkendur. Og svo erum við núna komin í Föruvellina, búin að vera þar í 5 ár. Og þá erum við í dag með 350, aðeins meira. Þannig að í rauninni húsnæði hefur líka alltaf, stækkað, úr 70 í 200 og eitthvað og í dag í rauninni 500 og eitthvað og já, þannig að það er alltaf, en ég fór í bankana og maður vildi fá lán og þeir horfðu bara á mann og enn líkamsræktarstöðin, það er ekki boðið sko. Nei, einmitt. Nei. Þá líka vissum menn ekki alveg hvað CrossFit var? Nei, eðlilega. En það er búið að vera þá svolítið svona jafn stígandi í þessu og þetta hefur vaxið mjög hratt með þessa tölur. Já, ég meina ég held að stöðin hefur náttúrulega gengið bara mjög vel og alltaf reykið sig vel og svo náttúrulega komin önnur stöð og þannig að það hefur mikill áhugi fyrir þessu sem er bara mjög gott sko. Það er klálega því að þetta æfingarkerfi fyrir mér er sennilega, ég finnst að tikka því flest box hvað varðar heilsu sko. Já. Þannig að við eigum að vera að vinna í þessum hreyfingum sko, á mínu mati, sem er svona fjölliðamóta hreyfingum sem kannski kallast functional movements. Þú átt ekki að yfirfæra yfir á bara daglegt líf, þú átt að taka hluti upp með rétturlyftinni og þessum hreyfingum sko, og þeir fara bara betur með liðamót heldur en tæki sko, og líka bara kenna fólki náttúrulega bara að hreyfa sig, beita sér rétt sko. Það er það sem æfingarkerfi býður upp á. Akkúrat. Skuldum smá auglýsingar hérna, kíkjum yfir í smá hlé. Já, við höldum áfram hérna í taktíkinni, við erum að ræða CrossFit. Hérna á Akureyri, það er bæði CrossFit Hamar og CrossFit Akureyri, báða CrossFit stöðvar, en það er ekki eins. Nei, það er kannski, eins og ég segi, það er líka bara fegurðin við CrossFitið er bara að þeir sem að eiga æfingarkerfið leyfa svolítið hverjum og einum að setja sitt í rauninni sinn stíl á það sko, og yfirfæra þeir á hvernig þeir vilja nálgast það. Og CrossFit er bara upplagið æfingarkerfi, ekki íþróttinn og ég held að það sé akkurat bara mjög fínt og gott að stöðvarnar nálgast það svolítið öðruvísi. Þannig að þeir sem vilja kannski nálgast kannski frekar íþróttina geta þá verið á öðrum stað og þeir sem vilja kannski frekar bara æfa sér til heilsu þá bara kannski meira. Ég er ekki að segja náttúrulega að það sé ekki á báðum stöðum þannig, en að við séum kannski bara að nálgast það í rauninni akkurat þannig að flóknari hreyfingar eins og olímpískar lyftingar eins og snurun og clean og jerk og eitthvað svoleiðis. Við erum ekkert rosalega mikið í þessum hreyfingum. Þetta eru flóknar hreyfingar. Fólk þarf ekki kannski endilega til að vera í, bara líða vel og vera í heilsu og vera í heilbrigðum líkama og vera í góðu formi. En að geta þá boðið upp á að við náttúrulega notum það líka en í talsvert minna magni sko, heldur en áður en við gerðum sko. Þannig að við hefum bara þróað í rauninni okkar stöð þannig sko. Við vorum alveg frekar svona mikið í þessum flóknu hreyfingum og stóru miklu hreyfingum, en í dag í rauninni erum við farin mun meira að vinna bara með í rauninni almenningi og nota æfingarkerfið samt áfram á almenning sko. Þannig að það er svona sérstaðan við CrossFit Hamar, myndirðu segja? Já, kannski að við séum með rosalega breiða flóru af fólki og við viljum í rauninni höfða þá að allir geta æft en samt tekið æfingu dagsins í hóp en á mismunandi levelum, þannig að við bjóðum í rauninni bara upp á 3 útgáfur, mismunandi flóknar útgáfur af í rauninni æfingu dagsins hjá okkur. Já. Og til dæmis í einföldustu útgáfunni þá eru engar flóknar hreyfingar. Þannig að það er samt að vinna með rétturlyftu og hnébeygju og svona stórar og miklar hreyfingar, en bara alls ekki endilega, líka aldrei með stöng sko. Við vinnum mjög meira með handlóm og bjöllum fyrir þann hóp sko. Bara stöngin í rauninni getur svolítið viðhaldið vöðva ójafnvægi í líkamanum þegar þú ert oft með sterkari hlið í líkamanum, og ef þú ert að vinna kannski í hnébeygju eða rétturlyftu með stöng þá dreifist þyngdin meira yfir á allan líkamann og í rauninni þá getur við haldið áfram að nota
sterkari hliðina en aftur á móti með handlóð eða bjöllur að þá ertu meira bara að þvinga hliðarnar til að vinna jafnar. Já. Þannig að svona, og það kannski það sem síðan bara kannski, ef maður sér einstakling sem orðinn það góðar hreyfingar og maður sér bara á hreyfingarna að það ekkert sem maður sér sem maður þarf að laga, þá kannski maður alltaf leið. Maður pröfa að fara endilega pröfa að gera þetta eða hitt eða eitthvað þannig. Já. Þannig að, já, ég held að sé bara, og líka kannski aldursmunur líka. Við erum með svona 25 plus til 30 og jafnvel alveg upp í, já, kannski, við erum með mjög stóran hóp til dæmis í 40 ára. Kannski, þannig að það kannski líka munurinn, að það svona aðeins eldri hópur, held ég í CrossFit Hamar. Ég ekki alveg 100% á því samt, en já. Þetta mjög breytt aldursspil og CrossFit æfingakerfi, þetta í grunninn æfingakerfi, en það yrði náttúrulega einhver algjört töfra æfingakerfi ef það hentaði alveg öllum, þannig að eðlilega þarf að vera þessi sveigjanleiki og það líka þessi skölun sem í CrossFitinu sem verður til þess að hendi fleirum, af því að þessi sem í 40 plus ekki að gera endilega það sama og 25 plus. Nei, það í rauninni, sko, eins og ég segi, ég myndi nota sömu hreyfinga á 6 ára krakka og kannski 8 ára og við erum alveg með 8 ára manneskju hjá okkur sem mjög gaman og hún algjör nagli og að taka alveg, hún getur tekið 60 kíló í réttilifti og hún búin að fara í aðgerð á mjöðum og nje og mjaðmaskipti aðgerð og allt svoleiðis. Hún segir sjálf og hún segir bara, henni líður bara frábærlega og aldrei verið betri. Þannig að sko, þú getur nota sömu hreyfingar en ákefðin alltaf svo minni, sko. Þannig að þyngdin og kannski endurningafjöldin og eitthvað svoleiðis, sko. En æfingakerfið hendar að mínu mati eiginlega öllum, sko. Já. Og það alltaf verið til þess að þetta verður vinsælt líka bara eins og maður hugsaður sko fótboltan, það sem að horfa sko á atvinnumenn keppa, maður getur tengt við það úr bumbuboltana sem maður sjálfur í, alveg sem maður getur verið að horfa á CrossFit Games og tengir við æfingarna sem fólk að gera. Alveg klálega, já, mjög svo. En þetta þetta gríðarlegur munur samt á því sem að afreksíþróttamenn eru að gera og það sem að ég er að gera eðlilega. Já, eðlilega, sko. Og það í rauninni, sko, CrossFit hefur líka kannski sem íþrótt farið kannski svolítið geist og fram úr sér á köflum hvað varðar í rauninni maður sá frá ári til stigmagnast í þyngdum sem hafa reyndar núna aftur stigið tilbaka, þannig að við erum að sjá í rauninni þessar fáránlega miklu þyngdir sem voru á Games kannski fyrir 2 árum. Þeir eru aftur farin að aðeins að minnka áhersluna á þessar þyngdir, sko. Já. Sem mjög jákvætt held ég að það farið mjög hratt yfir í of miklar þyngdir kannski og gera of miklar kröfur á þyngdir. Já, eins og bara við finnst að tala keppnina, sko CrossFit Games að tala sko hraustastur í heimi og það ýmislegt annað heldur en að vera bara rosalega sterkur að geta lyft á þungum þyngdum, að vera hraustur, það mjög breytt hugtak. Klálega mjög breytt hugtak og líka og það náttúrulega það sem gagnrýnin hefur kannski verið að þú veist í þessu Ironman keppendur, að þeir séu taldir hraustastu menn í heimi en svo gætu þeir kannski ekki gert vissar lyftur eða eitthvað slíkt, skilur. Þannig að hugtakið hraustur eða sterkasti maður en eitthvað svoleiðis, ég held að það sé erfitt að svona skilgreina það. Þannig að allir séu sáttir með það. Já. Þannig og kannski ekkert endilega þörf á því, en ég held samt svona sko hvað fjölbreytileika varðar að þá mun CrossFit keppandi geta keppt í flestum íþróttum og staðið sig vel, held ég. Já. Ég held að það sé búið að sanna það, sko, að CrossFit iðkendur geta mjög margt. Ég held að það sé samt sko alveg rétt að við séum kannski ekki, við erum ekki heimsklassa í einhverju einu, en við erum góð til mjög góð í ansi mörgu. Já. Og það ástæðan því að þetta æfingakerfi og hvernig það var uppbyggt frá upphafi basically bara að undirbúa fólk fyrir allt sem að lífið hefur upp á að bjóða. Þannig að þú veist, þú ættir fyrir einstakling sem af CrossFit ætti bara að hugsa að mér langar að fara í dag út og hlaupa 10 km, eða mér langar að fara í fjallgöngu, eða mér langar að geta spila íþrótt, eða fara í sund og samt geta gert allt og liðið vel en ekki vera erfiða við það. Og það oft það sem að jákvætt sem verður heyrt í rauninni að þeir sem að halda allir hlaupin á Akureyri segja oft sko að þeim kemur þeim ofta á óvart hversu sterkir crossfitanir eru sem fara í hlaupin. Já. Bara þær þá erum við samt bara að tala einstaklega sem eru að æfa crossfit og vinna bara venjulegt fólk sem fer síðan í hlaupin og hlauparnir finnst þeim standa sig vel af því að það mikið úthald í crossfit og mikill styrkur sem það sem að báðir við þurfum bæði þó við þurfum styrkinn talsvert meira. Já.
En þessi fjölhæfni í rauninni, myndum við geta sagt að þetta sé þá æfingakerfi sem hendi vel með öðrum íþróttum og bara mörgum öðrum mismunandi íþróttum? Ég myndi alveg segja sko, fyrir eftir hvað íþrótt, þú veist, ef þú ert að hugsa ef við erum að hugsa til dæmis bara eins og með eyrarskokkarana, fólk sem þar að hlaupa en samt að hlaupa og þú veist, að taka þátt í hlaupum og keppa, þá myndi ég klárlega segja að það myndi ekki tapa á því að bæta CrossFit við æfinguna sína. Því að þær hreyfingar sem við vinnum eru frábærar. En líka aftur á móti þeir gætu alveg gert það annar staðar. Því að lyftingar nr. 1, 2 og 3 eitthvað sem það þurfa. Og íþróttamenn þurfa kannski meira svona singuleg hreyfingar og þeir kannski ættu líka alveg að gera æfingar sem væri þá meira miðar við þeirra íþrótt eins og knattspyrnumenn og körfuboltamenn og hlauparar. Þeir ættu vera mikið að gera æfingar sem öðrum fæti. Það bara, þú veist, í grunninn lagt þannig. En þeir myndi aldrei, þú veist, þeir myndi ekki tapa á því að taka, þú veist, CrossFit lyftingu eða CrossFit æfingu einu sinni 2 í viku. Þú veist, það myndi ekki gera þeim neitt nema jákvætt, sko. En kannski úthaldslega séð, það ætti kannski það að vera, það ætti kannski bara ekkert endilega vera að keyra púlsinu of hátt af því að þeir eru kannski að æfa púlsæfingar annars staðar, sko. Þannig að það er kannski ekki þörf á því. En þú veist, ég eins og þegar ég að þjálfa kannski íþróttamenn, þá ég ekki að láta þá gera kannski æfingu dagsins, skilur mig. Ég svona meira, þú veist, maður meira svona að plana það og leggja það upp með hvað hendar þá þeim frekar, hvaða vöðvað sérstaklega, svo náttúrulega líka bara einstaklingsbundið að hver og einn með einhverja mismunandi veikleika og sem styrktarþjálfari og þá þarf maður samt meira, þú veist, að reyna þá að segja, þú veist, gerð þú þetta, þú veist, það ekki gott að setja bara one size fits all á heilt íþróttalið. Nei, það ekkert jákvætt, þannig að maður þarf líka svolítið taka það góða út úr kerfinu. Já, þú veist, þannig að það alveg margt jákvætt sem maður ættir að nota í íþróttamenn, en svona bara fyrir almenning og fyrir almenna heilsu þá CrossFit-æfingakerfi mjög flott. Já. Hérna ætlum við að taka örstutt auglýsingahlé. Og við vindum okkur inn í síðasta hlutan af þessum þætti. Þegar ég fyrir sjálfur æfingar þá hugsa ég líka það sem svona andlega hvíld. Ég að skilja eftir allt sem ég að gera yfir daginn, maður í alls konar verkefnum. CrossFit, það býður mann klárlega upp á þetta að vera bara á staðnum og taka þátt í æfingu dagsins á þess að vera endilega að pæla í öllu öðru sem í gangi og öllu áreitinu sem að dynur á manni alltaf. Já, alveg klárlega. Þú veist, ég held að það eitthvað sem maður kannski líka oft þegar maður að byrja með fólk, þegar maður að byrja að þjálfa fólk og svona aðeins að leiðbeina því og aðstoða því, þú veist, akkurat að taka bara fyrstu vikurnar og njóta þess að vera byrjaðir að æfa og hreyfa þig og eitthvað sem þið langar kannski að gera en hefur ekki haft tök á eða tíma eða löngun, þú veist, ef viljinn komin að nýta það bara og fara ekkert endilega of geist eða eitthvað svoleiðis og líka akkurat að þegar þú labbar inn í bara dyrnar á stöðinni þú veist, við reynum líka að segja þjálfarnum okkar að það snýst svolítið mikið einstaklinginn þegar hann koma inn að taka vel á mótunum og hann komin í umhverfið sem honum vel tekið og líður vel og sama hvernig hann þú veist, í þyngd eða hvernig hann lítur út eða bara eitthvað svoleiðis að það skiptir engum máli, þú veist, að fólk sem þú veist, 15 ára og fólk sem 60 getur samt æft á sama stað og það ekkert það sem við segjum, bara reyna að koma inn og ekkert vera að hugsa of mikið, reyna líka bara að vera svolítið opnuð, tala við aðra, spjalla, kynnast fólki og það líka kannski sem að CrossFitið hefur gert sem mjög jákvætt held ég að við erum félagsverur og þú veist, að vera einn í einhverju stöð með sín eigin tónlist, tala ekki við neitt, þú veist, í gegnum alla æfinguna þína og síðan ertu kannski líka að vinna þar sem að þú veist ekki tala mikið við einhvern kannski í tölvu og svo ferðu heimtíðin og ert að horfa á sjónvarpið og þú veist við þurfum meira, þú veist, þannig að ég segi kannski oft líka bara að þetta svona fyrir fullorðna félagsmiðstöð og það oft talað svona var oft í byrjun þetta væri svona hálf cult-like og ég held að það sé kannski að því að fólk leið vel með öðru fólki sem var að æfa og kynntist fólki, kynntist vinum og númer 1 og 3 bara eignast nýtt áhugamál sem fullorðið fólk sko, af því að þú veist, þegar maður á áhugamál sem krakki, svo kemur náttúrulega vinnan og fjölskyldan og börnin og öll þessi ábyrgð sem hvílir á manni og maður hefur ekki tíma fyrir
kannski að fara í einhverja íþróttir sem maður hefði áhuga á þá og líka bara vinir mann sem maður æfði með þá eru farnir og það kannski ekki sama löngunin eða líðanin sem að, maður fær frá þeim fyrir íþrótti eða eitthvað slíkt. Og ég held að sé akkurat þarna kannski fólk að kemur inn og þjálfarinn tekur yfir tímanum, hann byrjar að spjalla og maður kannski parar einhvern með einhverjum öðrum eða þessi nýr, má hann æfa með ykkur í styrkjum hérna. Þannig að maður svona reynir akkurat að láta fólk líða eins og það sé bara partur af stöðinni og það oft það sem við fáum að heyra, að svona góð bragur í stöðinni. Já. Og það eitthvað sem að þú getur ekki keypt, þú verður í rauninni að byggja og verður svolítið að hlúa að alltaf. Og bara þú verður alltaf að minna þína þjálfara, þína starfsmenn á að allir séu, að þú hafir í rauninni að segja kannski snert fólk í tímanum, bara þó að sé ekki nema bara labba fram hjá þau og segja góðan daginn eða vel gert eða maður getur aðeins. Þannig að bara saman hvað fólk búið að vera lengi hjá okkur, að ekki láta þau líða eins og það sé bara ekki til staðar, sko. Þannig ég held að það sé mjög stór partur af því sem við erum að gera sem æfingastöð. Þetta finnir maður líka þegar maður sjálfur á æfingum, svona lítil atriði eins og bara hrós, það getur ýtt manni til þess að taka loksins meiri þyngd þegar maður hefur tekið áður, ekki endilega það að ég hafi æft svona rosalega mikið að þessari þyngd, bara þetta litla hrós getur skipt máli til þess að ég nái árangri eða brjótist gegnum hennar vegg sem ég búinn að vera að lenda endalaust á. Já, auðvitað, bara svona positive reinforcement, bara eða akkurat að láta einhverjum líða vel, að segja við hann bara vel gert og flott eða eitthvað slíkt, skilur. Það vilja allir heyra það, skilur, og líka bara reyna að nota nafn fólks af því að það er alveg satt að það finnst öllum gott að þegar fólk nota nafnið manns að reyna líka að læra nöfnin af fólki og slíkt bara númer 1, 2, 3 að það finnir eins og það tilheyrir einhverju og síðan það að æfa að þeim líði ekki eins og að það sé lélegast í stöðinni af því að það er alltaf erfitt að koma inn í nýtt umhverfi og sérstaklega þegar þú ert að fara kannski að þú ert búin að ekki kannski þora að koma inn í nýja stöð og líka að þú ert að gera eitthvað sem er líkamlega erfitt og sýna kannski þú ert ekki góður þá því sviði heldur og þið líður ekki vel með líkamæðin, sko. Þannig að og við viljum náttúrulega að það fólk komi inn svo að það geti gert eitthvað í sínum málum, sko. Ekki að það sé ekki vel tekið, sko. Nú ert þú líka að hlaupa mjög mikið og það er svolítið öðruvísi sport heldur en til dæmis crossfiti að því leyti að það ertu kannski einn að hlaupa eða með einhverjum færri út í minni hóp heldur en í crossfitinu. Myndirðu segja þetta væri öðruvísi andlega? Er þetta kannski meira andleg slökun að fara að hlaupa eða andleg örvun að fara í crossfiti eða hvernig myndirðu lýsa þessu? Já, ég náttúrulega kannski, sko, þá við kannski leggjum ekki upp úr að vera með, við leggjum náttúrulega alltaf upp því að vera með stemmingu í tíma. En ekki, við erum ekki að keyra tónlistin þannig að fólk sé bara líður illa. Þannig að það pössum okkur alveg á því. En já, auðvitað það er stemming sem myndast í stöðinni og fólk kemur oft inn, og maður sér það bara, að það er þreytt pínu og það er alveg svona, en svo fer það út alveg, allt annað. Maður sér það, bara mikill munur þar á. Þannig að það er alveg klárt mál hjá mér að ég hleyp rosalega mikið einn. Ég æfi sennilega 80% af mínum hlaupum alveg einn bara og þó ég sé í hlaupahopp þá bara hef ég bara ekki tíma til að æfa þeim tíma sem þau eru að æfa. Það er alltaf að vinna. Þannig að ég hlusta rosalega mikið á podcast og svona, bara beats eða svona bara takta þegar ég er að hlaupa. Þannig að það er alveg klálega rosalega mikil hugaró að hlaupa, sérstaklega í svona því landslagi sem ég er að sækjast eftir. Mér finnst ekki gaman að hlaupa innanbæjar eitthvað svo, þannig ég sæki rosalega mikið í kjarnaskó og upp í fjöll og slíkt af því að ég finn það alveg að það er mikill munur á því þegar ég kem heim hvernig mér líður eftir að hafa hlaupið í kringum tré og allt svoleiðis og stundum alltaf tekið tónlistina úr og vill bara hafa ekki neitt, sko. En það er líka bara mjög gott að vera einn og geta að vera einn, sko. Já, bara náttúrutengingin líka. Já, rosalega mikilvægt finnst mér, sko. Þannig að, en stundum maður þarf líka að vera félagsvera, þannig að maður má ekki loka sig af og það er líka gott að fara ég er ekkert öðru sem allir aðrir, þó ég eigi stöðina og ég er hann alltaf, þá þarf ég líka að fara og æfa þarna, þannig að fólk kannski fattar það ekki að ég er að æfa og reyna, ég náttúrulega er alltaf til staðar. Já. Þannig að, en það er bara þannig að, ég nýt þess alveg svo allir aðrir, sko. Maður kemur alltaf betri út úr því. Alltaf betri út úr því að vera búinn að æfa, sko. Og svo bara sefur maður betur og maður vill betri mat og maður er betri í skapinu og maður er með betra hormónakerfi og allt þetta. Það helst allt vel í hendur, sko. Akkurat.
Nú tími fljótur að hlaupa frá okkur og við getum klárað að tala mikið lengur. Svona að því að þetta er síðast þáttur fyrir jólin, það eru jólin að koma og það er oft erfiðasti mánuðurinn, kannski suma mánuðirnir líka, í æfingum og halda rútínu og halda þessum góða lífstíl sem maður er búinn að byggja sér upp. Ertu með einhver ráð fyrir okkur? Já, í rauninni kannski fyrir mér bara, hátíðarnar eru fljótur að líða og kannski ekki breyta rútínunum of og kannski frekar í staðinn fyrir að sleppa æfingu, koma á æfingu og bara njóta þess að vera á æfingu og gera aðeins, skilurðu, en ekkert endilega sleppinni og ekkert endilega ætlast til þess að þú sért í betra eða frábæri formi, þú ert búin að borða mikið af kannski salti, kjöti sem er þungt í maga, eitthvað svoleiðis og já, bara njóta að vera til, sko, maður þarf ekki alltaf að vera fullkominn, sko, ég segi bara svona 7 til 8 af hverjum 10 máltíðum, það er í lagi og 8 af hverjum 10 dögum í lagi hjá þér, þá ert þú nokkuð góður, sko, þannig að við eigum alveg að leyfa okkur og mér finnst svona kannski oftast þegar ég er að byrja að vinna með fólki að það fer allt rosalega í eina áttina og í rauninni 100% og svo 100% í hina áttina. Í staðinn fyrir bara það er rosalega hart oft við sjálft sig, það dæmir sig oft mjög hart, þannig að bara bara leyfðu bara að vera til og reyndu bara að gera þitt besta alltaf og ekkert vera alltaf. Reyndu frekar að nota jákvæðna hugsun fyrir sjálfa þig en ekki alltaf að rífa þig niður, sko. Þannig að bara þetta líður hratt þessar hátíðir og áramótin nýja árið verður komið mjög fljótt og flest svona áramótaheit þau standast ekki, það er bara því miður þannig. Þannig að það er ekkert verið að byrja bara morgun að vinna við þeim, sko. Já. Brynjar, takk kærlega fyrir komuna í setti. Ég þarf klárlega að kíkja á hérna æfingu á CrossFit Hamri hérna í desember. Þetta er bara velkomin. Takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti og öllum þáttunum á árinu. Við óskum ykkur hérna gleðilegra jóla og hlökkum til þess að taka á móti ykkur á nýju ári. Ef þið hefði mistað einhvern þætti þá eru þeir allir aðgengilegir á YouTube, n4.is, Facebook og síðan á podcast. Við sjáumst á nýju ári.